En velkomin á þetta þriðjudags erindi okkar. Við ætlum að halda áfram þar sem að Magnús Norðdahl hóf leikinn síðast og það kannski ekki úr vegi í ljósi þess hvaða eru svona stóru verkefni bíða okkar eða stóru verkefni í gangi að fjalla áfram kjarasamninga, gildi þeirra og slíkt. Og ég ætla í örstuttu máli í dag að fjalla afgreiðslu kjarasamninga og afgreiðslu boðana vinnustöðvanir. Það eru þeir sem hafa staðið í slíku vita að það eru ýmis ljón á veginum, þannig að það er ágætt að hafa svona þokkalega tilfinningu fyrir hvernig hlutirnir virka. Svo það önnur saga hvort að við munum einhvern tímann komast aftur í þá stöðu að afgreiða kjarasamninga en það bara er fyrir aðra betri menn en mig að meta. En afgreiðslu kjarasamninga, við erum þá staddir þar í ferlinu að samningur tekur gildi frá undirskrift og þegar ég segja samningur gildi frá undirskrift þá á ég þetta við að gildi frá því að þar til bæri aðili sem í flestum tilvikum er þá formaður í krafti sem stöðuboðs eða samninganefndar skrifar undir kjarasamning við fyrirtæki eða samtök atvinnurekenda og meginreglan þessi hann gildi frá undirskrift nema hann sé felldur innan 4 vikna. Þannig að flestirna séð auðvitað þá í langflestum tilvikum þessi lýðræðisréttur virkjaður en fræðilega séð þýðir þetta í rauninni að félag sem myndi láta það vera að við hafa atkvæðagreiðslu að það í rauninni getur komið á kjarasamninga. Ég er alls ekki að mæla með þessu, ég er í rauninni bara þvert ég er aldrei gera þetta er náttúrulega bara pólitískt harakiri, en við bara segja að svona virkar þetta því að þetta er rauninni svona heimild. Kjarasamningur getur tekið til allra eða hluta félagsmanna eins og við þekkjum, getur fyrirtækjasamningar, getur verið almennir kjarasamningar og allt það og meginreglun þessi að sjálfsögðu að það eru þeir félagsmenn sem að kjarasamningurinn varðar sem kjósa samninginn. Og það er líka heimilt að hafa atkvæðagreiðslur kjarasamninga þvert á félög þegar við á. Þetta kannski erum við að eiga við stóriðjurnar til dæmis, þar sem að nokkur félög eru með sameiginlegan samning og að nefna okkur slík dæmi. Þannig að þá er allt sett í einn púkk og talið. En lögin, hvað segja lögin? Jú, ég ætla nú ekki að rifja upp það eru aðrir betri menn en ég, samtímamenn sem lifðu breytingarnar í kringum 96 og þegar að þessi þættir atkvæðagreiðslurnar komu inn í lögin, hann ég ætla ekki að rekja nánar til það. Þetta er svo staða sem við höfum búið við síðan þá að það er að það eru tvenns konar möguleikur hvernig eigi að afgreiða kjarasamninga og nota bene kannski líka vísa aftur í að samningurinn kemst á ef hann er ekki felldur í 4 vikna að kannski eins og við sem höfum og þið öll sem vinnum í þessu umhverfi í kringum innan þessa ramma sem lögin kveða á að markmið lagana er alltaf að koma á friði, er alltaf að koma á kjarasamningi í rauninni komið í veg fyrir vinnustöðvanir eða allavega að gæta þess að vinnustöðun sé algjört neyðarúrræði. En það er 2 möguleikar. Það er annars vegar það sem kallast bara leynileg atkvæðagreiðsla og það eru 2 skilyrði fyrir því hvernig leynileg atkvæðagreiðsla skuli vera og garði gerð svo hún sé í rauninni í lagi að það getur verið bara gamla fyrirkomulagi, kjörkassar, atkvæðaseðlar og þarf auðvitað að uppfylla ákveðnar formkröfur slíkt og kannski rétt líka bara að halda þetta að hafa hér að við setjum reglurnar ef við setjum formreglurnar atkvæðagreiðslunni samhengi við þennan rétt nema sé felldur 4 vikna að félag sem eða eitthvað slíkt sem klúðrar atkvæðagreiðslu með einhverjum hætti það getur lent í því að samningurinn gildi, skiljiði. Það svo sem ekkert alslæmt þannig séð, en auðvitað er alslæmt ef
kannski tilfinningin að meirihluti félagsmanna hafi verið á móti samningnum, en svo verði einhver klúður við atkvæðagreiðslur og 4 vikna fresturinn líður og þannig að það vissara að vanda sig. Þetta leynileg atkvæðagreiðsla, þannig að eins og segir það eru atkvæðaseðlar, kjörkassar, þannig að handauppréttingar leyfast ekki hérna gamla góða stemningin í gamla bíó eða hvar var, bara allir með, hendur upp, í miður. Og í þessum atkvæðagreiðslum, þessum almennu leynilegu atkvæðagreiðslum, að þá skilyrði 20% þátttöku samkvæmt atkvæða eða félagaskrá. Og það svo sem bara félaganna meta einhvern veginn hvar kjörskráin bara eftir almennum sjónarmiðum það. Og það svo sem ekkert verið vandamál, né sjálfs verið deilt það, því að félögin hafa bara blessunar sér reynt að vanda sig við þetta. Og eins og segir þessi skilyrði leynileikann eru uppfyllt, að þá getur eins og segir framkvæmdi verið á kjörfundi á kjörstöðum eða kjörfundi á félagsfundum. Það bara misjafnt eftir hvernig það er. Það getur líka alveg verið stemningi að bara setja kassan í skottið og rúnda vinnustæðina. Það hægt, en svona kannski sérstaklega ljósið núna, það sem kannski næst, sem rafræn atkvæðagreiðsla, þá kannski það ekki praktískt lengur. En hitt úrræðið hvernig, hitt fyrirkomulagið hvernig þetta afgreiða kjarasamninga, þá í svokallaðri almenni leynilegri póstatkvæðagreiðslu. Þetta nafn póstatkvæðagreiðsla má kannski segja að sé að úreldast, en einhver sér þetta ennþá það sem við búum við. Það skilgreint í greinargerð með lagabreytingunum frá 96 hvernig póstatkvæðagreiðslan skuli vera. Þið þekkið þetta vafalaust mörg hver, þetta ómerkt umslag kjörseðil, umslag það sem merkt félagsmanni til áritunar og merkingar á kjörskrá og síðan endursendingar umslag utan það. Og þetta tekur tíma og kostar rosalega mikinn pening, gríð og óumhverfisvænt og allt það, þó þetta sé rómans sem þessu fylgi, en þá held ég að ég sé ekkert að tala óvarlega til að segja þetta svo sem bara á leiðinu út, alltaf því bara eiginlega farið. Og það sem tók við á þessu útfærsla af svokallari póstatkvæðagreiðslu sem gerð með rafrænum hætti. Í einhverju muna eftir að við fyrst sinn var þetta útfært þannig að fólk fekk sent lykilorð í venjulegum pósti, eitthvað slíkt, og þá var þetta bara ein útfærsla á, ef var litið þannig á, þetta var ein útfærsla á póstatkvæðagreiðslu, en í ljósi svona bara tæknibreytinga og hvað núna hægt með rafrænum skilríkjum og íslykli og ekki hvað, að þá var, og bara til að tryggja þetta, þá var gerður samningur milli ASÍ og SA og jafnframt staðfesta fjármálaráðherra og sveitarfélögunum, að núna hægt að viðhafa algjörlega rafræna kosningu og engin gögn póstsend. Atkvæðum þá skila með rafrænum skilríkjum með íslykli. Það búið að hanna sérstakt kosningakerfi sem einhver ykkar í samvinnu við Advania sem einhver ykkur þekkir kannski nú þegar. Auglýsingum atkvæðagreiðsluna skal birta minnst 7 dögum áður en atkvæðagreiðslunni lýkur. Og þetta þá í samhengi við það að atkvæðagreiðslan skal standa yfir minnst 3 sólarhringa. Þannig að ef við ætlum að ná þessu 7 daga sem í lágmarkstíminn sem það tekur, að þá að þá þarf að auglýsa upphafið með, þá þurfum við að auglýsa 4 dögum áður en atkvæðagreiðslan hefst. Atkvæðagreiðslan skal standa yfir minnst 3 sólarhringa, það kemur fram bara í þessu samkomulagi og heildartími rafræn atkvæðagreiðslu sem það framkvæmt fyllilega rafræn því 7 dagar frá því að auglýsing birt og það til atkvæðagreiðslu lýkur. 7 dagar. Þannig að meginreglan þetta getur verið fljótt að fara og ýmislegt sem þarf að gera og græja kjörskrá og slíkt. Þannig að ef og þegar samningarnir liggja fyrir, að þá alltaf meðmælinn fyrir félög að fara bara inn í huga strax að þessu í ljósi þessa 4 vikna frest. Hann getur verið fljótur að fara. Og á almennu vinnumarkaði þá gildir reglugerð ASÍ þessa framkvæmd. En í ljósi þess sem ég nefndi áðan
hvernig póstatkvæðagreiðslu nákvæmlega lýst í lögunum sem einhverju til basistíma að þá mælum við með því að þá teljum við ef við erum að gera kjarasamningu við félög sem eru ekki í samtökunum eða samtökum atvinnulífsins sem nú eitthvað alltaf eða jafnframt ef við erum að gera samningu við önnur heildarsamtök sem gæti gerst að þá mælum við frekar með að gamla fyrirkomulag sé viðhaft af því að það þó svo sem ekki reynt á með dómi en ef maður setur sér hlutverk lögfræðing andskotann setur sér hinum við borðið að ef maður veri ósáttur við útkomu atkvæðagreiðslunnar þá væri hægt að segja, lögin gerir ekki neitt ráð fyrir því að setja fara í rafræna atkvæðagreiðslu, þau gera bara ráð fyrir póstatkvæðagreiðslu og þetta ógild kosning. Ég þarf ekki að þola það að samningurinn sem að ég sem mitt fyrirtæki gerði að hann taki ekki gildi. Þannig að mikilvægt að hafa þetta í huga. Þannig að já, ef við höldum áfram og förum þá bara í afgreiðslu á boðum við vinnustöðvanir, þá hún í praxís í öllum prinsippi eins og kjarasamning eins og ég var að lýsa á, þar að við hafa alveg sama fyrirkomulag. Almennu meginreglanir vinnustöðvanir og tilkynningu slíkt að niðurstaðan þarf að tilkynnast eigi sér 7 sólarhringum áður en tilætlunin að hún hefjist. Þannig að ef við reynum að draga einhverjar ályktanir að þá miða við stærsta mögulega tímann sem hægt að fara, sem þá rafræna atkvæðagreiðslan, sem 7 dagar frá auglýsingu þar til hún lýkur, niðurstaðan, að það tekur þá í rauninni alltaf að minnsta kosti 14 sólarhringa fyrir vinnustöðin að skella á. Þannig að þetta svo sem ekkert sem græja bara græjað á nóinu, En ég myndi svo sem alltaf mæla með aðeins rýmri tíma, við erum ekkert að gambla með þetta, en fræðilega séð þá hægt að koma á vinnustöðum á 14 dögum, ekki fyrir. Og líka mikilvægt að halda til haga að í atkvæðagreiðslum verkföll að þá ekki heimilt að greiða atkvæði þvert á félög eins og heimilt kjarasamninga. Þannig við tökum kannski aftur dæmi að stóriðjunni og stóriðjan ætlar í einhverjar aðgerðir, þá þarf hvert og eitt félag að kjósa það. En ef stóriðjan ætlar að afgreiða kjarasamningana, þá geta þau kosið í einum pott. En þá bara rétt í lokin af því að þetta afskaplega praktískt atriði sem kemur alltaf upp, hvað þýðir það að skila auðu? Og þau eru bæði í skilningi þess sem ég er fjallað kjarasamningana og verkföllin, vinnustöðvarnar. Í atkvæðagreiðslum kjarasamning þá þýðir auður seðill já og í atkvæðagreiðslum vinnustöðum þá þýðir auður seðill nei. Þannig að kannski sorglegt eins og það en þetta með við dóminn sem ég veit að þetta lógisk niðurstaða, lögin tala þau skilgreina lögin skilgreina alla seðla sem koma skilgreinaðir sem greidd atkvæði. Og í auðum seðli felst í rauninni hvorki það að sannarlega afsakið, smá hljóðtruflanir, en lögin segja að kjarasamningur til dæmis, þeir segja kjarasamningur tekur gildi nema hann sé sannarlega felldur innan 4 vikna. Þannig að sá sem að skila auðu, hann í sjálfu sér ekki að fella samningin, hann bara að taka afstöðu sem mér alveg sama og þá í ljósi þess að stærsta veigamesta túlkunin sjónarmið í lagana stéttarfélag og vinnudýrur að halda friðinn, að þá litið á þetta sem ok, hérna einhver sem að greiðir atkvæði en tekur ekki einara afstöðu gegn friðnum, þannig að við túlkum að með. Þetta svo sem ekkert hafið yfir neina gagnrýni, en þetta svo staða sem við búum við í ljósi þessa dóms sem þarna ræðir.
málsatvik þar voru þannig að það voru það voru kennarar, það voru 48% kennarar sem vildu fara í verkfall, 41% sem vildu ekki fara í verkfall og svo voru þarna einhver 11% sem skiluðu auðu. Og dómurinn sagði bara, heyrðu, það er ekki meirihluti sem að sannarlega vill fara í verkfall, þannig að við lítum þannig að þetta er að boðunum vinnustöðu ná ekki fram að ganga og það er saman kjarasamninga. Þannig að mikilvægt að halda þess til haga þegar farið í atkvæðagreiðslur af því að þið kannski, ég hef sjálfur tekið á móti mörgum slíkum símtölum, kannski sum ykkar líka, að reiður félagsmaður sem að fréttir þetta eftir á. En sorglega staðreyndin kannski þá bara svo að eina leiðin til að vera með afstöðuleysi að reyna að mæta ekki kjörstað. Af því að það felst, samkvæmt þessu felst afstaða í því, eða það túlkað sem afstaða að skila auðu.